Ok, ég var nokkuð veginn að klára að taka upp þátt 1 en ég vona þeir eru öll búin að fara í gegnum heimannin ykkar og þeir eru búin að taka klósur af öllu sem þið funduð og eru búin að skrá og merkja allt niður sem að þið sáuð. En núna kanntu sirka að lesa markaðin, að lesa hvert hann er að fara næst. Þú veist að markaðin sækist til liquidity og imbalances, en við þurfum svolítið að fara yfir hvernig við vitum að markaðin sé að fara að snúa við, því að þú veist, eins og núna við sjáum að markaðin er búinn að gera þetta, en hvernig vitum við til dæmis hérna niðri að markaðin væri að fara að gera þetta. Það sem ég vill svolítið að allir festa í svona í hugan á sér er að efstu timeframein, til dæmis þú veist viku timeframeið eða mánaða timeframeið eða jafnvel daglega timeframeið, það er miklu sterkara en þú veist eins og 1 mínútan eða tökum bara 4 tíma timeframeið. Þið sjáu ef við skoðum voljúmi hérna, þið sjáu til dæmis eins og þetta kerti hér, það er 241.000 kaupendur og seljendur innan í því kerti. En ef við förum til dæmis í daglega, bara sama kertið er 502.000. Ef við förum í vikuna, það kerti er 2,5 milljónir kaupendur og seljendur. Þannig þegar við tökum til dæmis eins og sell-side liquidity á mánaðarlega timeframeinu, svona, þegar við tökum sell-side liquidity á mánaðarlega timeframeinu, þá er það öll þessi kerti hér samanlögð frá þessu kerti til hingað, þessu kerti hér, svona. Það eru sem sagt 98 dagar innan í þessu range hér og inn í því range eru 46 milljónir kaupendur og seljendur. Þannig að þegar markarinn er loksins tekin hérna út, þá er cirka 20 miljón kaupendur og seljendur eftir. Þannig að þegar markarinn tekur það út, þá er þetta svolítið kraftmikill þrýstingur tilbaka á meða við, þú veist, 1 mínútuna eða 5 mínútuna. Þannig að maður verður að vera svolítið duglegur að skoða þessi hægustu timeframein þegar maður er að treyta, því að það er það sem markarinn er að sækjast í. Já, 1 mínútan er svolítið að fara niður eða fara aðeins upp, en ef að daglega timeframeið er á uppleið en 1 mínútan er á niðurleið, hvort heldur þú að sé líklega að sé að fara að gerast á næstu dögum? Uppleið, er það ekki? Þannig að maður verður svolítið að passa sig að festa sig ekki á þessu 1 mínútan timeframe. En það sem við skulum aðeins pæli í er að þú sérð til dæmis þetta kerti hér taka út sell-side liquidity. Næsta kerti sem myndast hérna 12. ágúst, mánudaginn 12. ágúst, þetta vikulega kerti, hvort myndið þú búast við því að markarinn er að fara upp eða niður eftir að það tók út, til dæmis í þessu tilviki sell-side liquidity. Sem sagt, hverja einustu helgi, ég vill svolítið að þú pælir í því á sunnudagskvöldinu eða laugardaginn eða eitthvað, hvað er næsta vikulega kerti að fara að gera? Er það að fara upp eða niður? Þú þarft ekki að vita nákvæmlega hversu hátt upp eða nákvæmlega hversu lágt niður það er að fara. Bara hvort að kerti verður rautt eða grænt eftir viku. Það er eina sem að ég vil svolítið að þið pælið í. Því að í þessu tilviki sell-side liquidity tekið út, kerti skýst harkalega tilbaka. Næsta kerti, við myndum búast við því að það myndi vera grænt, eða ekki? Það er svolítið ekki beint obvious, það er sjálfsög ekki obvious, en það er eitthvað sem við myndum búast við, ekki satt. Við myndum búast við því að það færi aftur til dæmis í þetta ójafnvægi. En já, förum aftur hérna á 1 mínútuna. Næst sem við ætlum að læra er sem sagt market structure shift. Að eftir að liquidity er tekið út, að þá skulum við, já, tala market structure shift. Það er þetta eitt atvik sem ég vildi skoða fyrst. Sjá.
Það nefnilega að markaðurinn tekur út sell stops, svo buy stops, svo sell stops eða öfugt til að svolítið að trappa fólki inn í markaðinum. Ég held að nei, þetta ekki gott dæmi hér. Þetta svolítið flókið að finna nefnilega þessi dæmi. Þetta enda alveg gott hér. Nota bara þetta sem dæmi. Þið sjáu til dæmis í þessu tilviki að markaðurinn tekur út sell side liquidity og svo fer það og tekur út buy side liquidity og svo heldur það áfram niður eins og þið sjáu. Af hverju gerist það? Jú, út af því að það vill fá fleiri fólk til að shorta. Það vill að fólk, þú veist, sér, ok, við erum að leiðinni niður þannig að við skulum selja, en svo þau stoppuð út. Þetta rétt dæmi? Nei, þetta ekki rétt. Fyrirgeðu, þetta ekki rétt. Ég ekki að vera að edita þetta vídeo, þannig að bara sorry. Þetta þetta gott. Þetta þetta solid. Þetta rétt. Aftur, það tekur sell side liquidity út fyrst og svo tekur það út þetta hægri punkturinn, svo tekur það út buy side liquidity. Það gerir það til að fólk byrjar að selja hérna niðri, svo þau stoppuð út hérna og svo kemur þetta harkalega push niður loksins að til dæmis þessu sell side liquidity hér. Hvað markaðurinn að gera sem sagt? Það að gera það sem heitir engineered liquidity. Það flækir fólk, það ringlar fólk til þess að gera mistök þannig að bankar eða annað ríkt fólk getur grætt að því. Ég ekki að smá að grínast. Þetta í alvöru það sem að gerast. Að markaðurinn veit að fólk svo oblivious, svo þrjósk með þetta að þegar þið sjá að markaðurinn að byrja að fara niður og svolítið byrjar að taka út sell side liquidity og að byrja að fara niður, þá munir þau selja út því alltaf FOMO inn, þau vil ekki missa þessu. En við erum smart money og við vitum að því að markaðurinn einfallega að reyna að fylla þetta ójafnvægi betur eða svolítið að reyna að fara aðeins neðar til að fylla þetta ójafnvægi betur áður að heldur áfram upp. Svo, þegar markaðurinn tekur út sell side buy side, þá búist við því að markaðurinn tekur út sell side aftur. Þetta bara að, engineera liquidity svo fleiri fólk byrja að selja og svo allir stoppaður út og þá kemur þetta harkalega push aftur niður. Það bara akkurat það sem í gangi. Þannig að þegar þið að skoða markaðinn hreyfast svona mikið, þá þið væntanlega að búast við því að markaðinn tekur út sell side fyrst, buy side svo sell side aftur. Þú veist, eins og ef við tökum bara, þú veist, dæmi hér, tekur út sell side liquidity og heldur áfram upp. Þótt að það tók út buy side liquidity fyrst. Svona. Svo buy side. Það tekur út buy side liquidity fyrst og svo sell side liquidity og svo heldur áfram upp. Þetta gerist svo oft. Þetta bara til að trappa fólk til að fara long. Þau fara long hinga, stopplossi hérna niðri. Það tekið út, markaðurinn heldur áfram upp. Það svona, það sem maður þarf að passa sig á. En market structure shift, það skulle fara við næst. Ef við förum bara hérna. Market structure shift myndast alltaf eftir buy side eða sell side tekið út. Þannig að ef við finnum bara eitthvað gott dæmi, til dæmis hér, sell side liquidity tekið út, markaðurinn heldur áfram upp, við sjáum hérna displacement. Hvað displacement? Jú, displacement bara harkalegt push í þessu tilviki upp, það mæntanlega líka niður, en í þessu tilviki það upp og að markaðurinn, bara skýst svolítið upp. Það sem við búist við að myndast úr þessu displacementi jú ójafnvægi. Þannig að þegar við sjáum liquidity tekið út, displacement, fair value gap, það sem við getum líka séð þessir swingpunktar hérna.
þetta sem sagt Market Structure Shift, MSS, og það sem Market Structure Shift er að það staðfestir fyrir okkur að markaðurinn á niðurleið. Við sjáum til dæmis eins og hérna að kerti lokast þetta fyrir ég ætti kannski að segja að displacementið virkar ekki nema að kerti lokast fyrir ofan þetta Market Structure Shift. Þið sjáum til dæmis í þessu tilviki að markaðurinn lokast fyrir neðan þetta Market Structure Shift hérna eða sell side liquidity. Það lokast fyrir neðan, en hins vegar það ekkert fair value gap hérna fyrir okkur til að fara eftir af, út af því að til minn eftir að fair value gap eru bara valid þegar buy side liquidity tekið út, og eins og við sjáum hér þá ekkert buy side liquidity tekið út nema hérna, en þetta allt og hátt uppi til að láta þetta fair value gap vera valid, út af því minni við kaupum, eða við seljum í premium, kaupum í discount. Þannig að þetta displacement, þetta Market Structure Shift, en hins vegar við tökum út sell side liquidity og þetta allt og neðarlega í discount, þá væntanlega erum við ekkert að fara að selja. Þannig að það sem við myndum þá búast við að markaðurinn í erfiðleikum að komast fyrir neðan þetta low, það í erfiðleikum að komast fyrir neðan þetta low líka. Það sem við myndum þá búast við að markaðurinn byrjar að fara upp, til að staðfesta það að okkar hugsun eða okkar vilji að markaðurinn að fara upp að við sjáum að markaðurinn displaceast upp, býr til fair value gap og Market Structure Shift. Sell side liquidity, displacement, fair value gap, Market Structure Shift. Þetta sjáum við komið svolítið með checklista. Displacement myndar ekki alltaf fair value gap. Displacement væntanlega bara harkalegt push upp og að markaðurinn bara að leitast að fara upp. Þannig að það sem markaðurinn svolítið myndar það sem heitir order block. Bullish order block bearish candle og bearish order block bullish candle. Þannig að order blockin sem sagt bearish kertin sem tóku út sell side liquidity. Þannig að þetta hérna væri order blocki, réttar að sagt sko, þá allt þetta order blockið. Þetta hérna allt order blocki, en við ætlum bara að einfalda þetta með því að draga út sem sagt opening price af order blockinu. Þetta bullish order block, þannig að þegar markaðurinn kemur inn í þetta order block þá búist því að markaðurinn fer aftur upp. Hins vegar þá sjáum við að ójafnvægi okkar, þetta fair value gap hér, það tengist við order blockið. Þannig að það sem við getum gert að reyna að kaupa bara þegar markaðurinn snertir þetta order block. Stopplossi fyrir neðan, þetta swing low og við sækjumst í buy side liquidity. Þannig þetta hérna væri þá treytið okkar. Order blockið inn í fair value gapinu. Við höfum sell side liquidity, displacement, fair value gap, Market Structure Shift. Sama með sem sagt ef að markaðurinn á niðurleið, eins og hér. Við sjáum það örugglega eitthvað ástæða hverju markaðurinn stoppaði hér. Það hlýtur að vera eitthvað með þessu. Tjekka bara á því snöggvast. Tökum bara, þetta hérna sem dæmi. Buy side liquidity, fara aftur á 1 mínútuna, finna hérna. Akkurat, sem sagt markaðurinn tekur út buy side liquidity og við fáum svo þetta Market Structure Shift. Við fáum displacement, eins og þið sjáum það ekkert fair value gap sem myndast, þannig að við myndum þá draga út kerti sem myndar þetta buy side liquidity tekið út. Ég sagði að öll kerti sem tók út buy side liquidity, það order blockin og það rétt. En víst að þetta svo mörg kerti og þetta 176 ticks, þá það svolítið, þú veist, ekkert eitthvað gott, fattur við, út af því að þegar markaðurinn komið svona langt niður, þá viltu helst ekkert vera partur af því. Þannig að við drögum það bara út kerti sem tók út liquidity og það þetta order block. Hins vegar, við höfum af þessu Market Structure Shift, við með nokkur ójafnvægi til dæmis hér og þið sjáum að öll þessi kerti að virða það. En við einnig með annað Market Structure Shift hér, sjá svona, annað Market Structure Shift hérna og það ójafnvægi innan í því.
Þannig ef að þið eruð ekki að fá ójafnvægin sem þið viljið eða fair value gapin sem þið viljið að fá eftir market structure shift, þá svolítið bara best að bíða eftir að þið fáið annað displacement og annað fair value gap til að trade af. Þannig að aftur premium og discount, við myndum draga það út frá low til high svona svona rosalegt. Við myndum draga út frá low til high, við myndum seljast hér þegar markarinn snertir þetta hérna, stop loss okkar hérna uppi og við myndum sækjast í annarkvort 50% rangeið því að munið markarinn sækjast í equilibrium eða alla leið í sell side liquidity. Þetta 933 ticks, það svolítið ólíklegt að það gerist á einum degi, þannig að við myndum það bara sækjast í 50% af rangeinu. Og hvenær náum við því? Jú, það hérna. Svolítið, hvað það ekki verið næsti dagur? Jú, næsti dagur. Þið sjáuð að við förum svolítið aftur í break even en við tökum aldrei út buy side liquidity aftur. Þannig að þetta svolítið, já, joyride að sjá þetta svona mínus og plus og mínus. En við fáum samt take profit hit. Þannig að við kunnum liquidity, við kunnum premium og discount, við kunnum market structure shift, við kunnum order blocks, sem sagt kertin sem að taka út liquidityin og já, fair value gaps og allt þetta. Við kunnum alveg, við erum svolítið byrja að læra alveg mikið. Næsta sem ég vil tala sem sagt rétti tíminn til að treyta og rétti tíminn sem sagt til að treyta eru mismunandi sessions og það eru þessi sessions hér. Skulum bara zooma þess inn á þetta. Svona. Það sem sagt 2 til 5 AM og ég sem sagt tala hérna New York tíminn. Universal Time Center, ég man ekki hvað skammstöðin en Universal tíminn -4. Það sem sagt okkar tími -4 eða New York tíminn. Frá klukkan 2 til 5 London session, það tíminn sem þú vilt treyta London. 7 til 10 það New York sessioni sem þú vilt treyta og 7 til 9 það ég ætla að breyta þessu reyndar í 11, tímar hafa svolítið breyst en þetta 11. 7 til 11 New York og 7 til 9 Asia. Þetta tíminn sem þú vilt helst treyta. Ef þú vilt hins vegar treyta PM session af New York sessioninu, þá það 1:30 til 3. 1:30 til 3 PM. Þetta tímanir sem að þú vilt treyta New York session PM og þetta AM. Þetta tímanir sem þú vilt vera að treyta. Ég hins vegar treyta ekki Asia session og ég treyta ekki London. En ef þú til dæmis í skóla yfir New York session eða í vinnu, þá getur þú treyta London klukkan 7 morgunin. En ef að þú getur ekki gert það, þá getur þú treyta klukkan 10 kvöldin Asia session 7 til 9 eða klukkan 11 eða eitthvað svoleiðis. Já. Sem sagt, það sem ég vill þá að þið gerið að þið taki þetta liquidity teki út displacement, fair value gap, market structure shift, jafnvel order block, premium og discount og reynið svolítið að byggja upp þetta módel sem ég er búin að kenna ykkur. 2 episodes inn og við erum strax komið með módel sem að virkar. Það var eitthvað meira sem ég ætla að segja. Ég ætla ekki að klára vídeo svona snemma. Ég vill það helst ekki. Já, ég vill að þið farið yfir sem sagt daily timeframein og svolítið gíski hvað næsta kerti mun gera eða weekly timeframein svolítið gíski hvað næsta kerti mun gera. Þið þurfið ekki að gíska nákvæmlega hvað kerti mun gera, bara svona sirka yfir það sem að þið eru búin að læra hérna frá. Ok, fyrir allt sem ég hef kent ykkur þá hef ég kent ykkur liquidity, displacement, market structure shift, fair value gap, premium og discount, buy side og sell side liquidity og order blocks. Þetta eru svona 7 aðalhlutinni sem ég fæ svona
at the top of my head. En fyrir frá mig hérna er 3 mismunandi 2022 módela sem myndast allt inn á sama deginum og ég vil að þið pási myndbandi núna til að reyna að finna út úr þessu sjálf. Þetta er hérna allt fyrir frá mig, það er rosa auðvelt að sjá þetta alla fyrir mig og vonandi fyrir ykkur, en já, ég skal bara láta ykkur vita að þetta kerti hérna, það er cell-side liquidity, sjáuð akkurat hvað hér, hérna, það er cell-side liquidity hér, þannig að það er liquidity hérna fyrir þetta kerti. Þannig að bara pása þetta núna. Ok, ég sveit ykkur, engin akkur pásaði. En ef ég svo sett kveiki á teikningunum, þá sjáum við svo sett öll mismunandi 2022 módelin. Við höfum buy-side liquidity, displacement, market structure shift, fair value gap, entry, við höfum líka orderblokkina niðri, sækist í sell-side liquidity. Sell-side liquidity tekið, market structure shift, displacement, fair value gap. Markarinn tekst aldrei að taka buy-side liquidity eins og við sjáum hér, þannig að þegar hann kemur aftur tilbaka þá búist við því að buy-side liquidity verður tekið út. Við kaupum hérna, sækist í buy-side liquidity, markarinn nær því. Buy-side liquidity tekið, displacement, market structure shift, fair value gap. Við seljum og sækjumst í liquidity. Ef einhver getur gískað bara núna, eða þú getur kannski pásað að gískað eða eitthvað, af hverju ég sóttist ekki þetta liquidity hér? Já, við tökum það út, en af hverju heldur ég gerði það ekki? Ástæðan er svo er að það sem heitir low hanging fruit. Low hanging fruit er almennlegt orðatiltæki, eða algengt orðatiltæki í aðalega Bandaríkjunum og stundum í Bretlandi. En þetta er sem sagt, þegar eitthvað er low hanging fruit, það er svolítið bara garanterað að það mun gerast. Þú veist, að það sé að koma snjór í vetur, það er bara low hanging fruit. Það er garanterað að það mun gerast. Það er enginn að fara að efast um það, það er enginn að fara gegn þér eða neita því að það sé að fara að gerast, það er bara garanterað að það mun gerast. Low hanging fruit er innan við, sem sagt, 20 ticks. Og sorry, ég fekk símtal, en já, eins og ég var að segja 20 points, ekki ticks. Hvert point er sem sagt breyta þessu coordinates, breyta þessu í 0 og þetta í 20. Þannig að þetta hérna er sem sagt 80 ticks frá hingað til hingað. Þetta er akkurat 80 ticks og 20 points er sem sagt það sem að low hanging fruit er oftast. Þetta er það sem við sækjumst vanalega í. Við þurfum ekki meira en 80 ticks á dag. En ef við förum sem sagt aftur yfir þetta hér, þið sjáu til dæmis að þetta hérna er 288 ticks. Þessi hérna 253, þessi hérna 313. Þótt að þetta sé low hanging fruit, þá er þetta samt þrefalt, hvað er þetta ekki, jú, næstu því 4-falt meira en 80 ticks eða 20 points. Hvert point eru 4 ticks og hvert point gerir $1 mismun hérna hægra megin á skjánum. Og já, low hanging fruit er sem sagt guaranteed liquidity tekið eða balance filled. Þannig að þegar við erum sem sagt að selja svona, þá er til dæmis alveg valid að trimma einn, eða sem sagt ef þú ert búin að selja 2, að kaupa einn tilbaka hérna. Af hverju? Jú, því að ef við drögum út sem sagt premium og discount, þá sjáum við að fair value gapið er sem sagt í discount og við erum að selja. Þannig að það sem við getum búist við er að markaðurinn fer hingað niður og aftur upp. Þannig að við myndum þá kaupa tilbaka einn stop loss break even og annarkvort býða eftir að tekur út sell-side liquidity aftur, eða við verðum stoppaður út í annarkvort litlum plus eða bara í engum hagnaði, ekkert tap. Ég held að þetta er svona mestmagnið sem ég vildi tala um. Við erum bara búin að vera að röfla í 25 mínútur og ég þurfti að taka þessa pása hana áðan, eða þegar ég fekk þetta símtal, þannig ég svolítið lost hvað ég er búin að vera að tala um, og það tíminn hérna er alltaf öðru sem var áðan. En já,
sem sagt market structure shift, order blocks, liquidity fair value gaps, displacement, premium discount, 2022 model. Þannig að það sem ég vil núna að þið gerið er að þið farið yfir akkurat þetta: 1. liquidity take út, 2. displacement, 3. myndast fair value gap, 4. market structure shift, 5. order block, 6. er þetta í premium að discount, 7. kaupa að selja. Eitt sem er gott að hafa í huga er til dæmis ef þið værið að kaupa hérna, ef að liquidity myndi vera tekið út áður en við komum aftur í fair value gapið, þá er þetta fair value gap ekki lengur þess virði, þú veist, það er ekki valid lengur. Þannig að eins og þið sjáu, ef ég dreg þetta fair value gap bara aðeins lengur út, þið sjáu til dæmis er að við virðum fair value gapið aftur, en út af því að við erum búin að taka út liquidity, þá höldum við bara áfram niður. Og þið munið, sell side liquidity fyrst, svo buy side, svo sell side. Munið, þetta er til að stoppa fólk til að sem sagt retail traderars, ekki við erum smart money, retail traderars sem sagt selja hér, og við myndum þá selja frekar hérna uppi, út af því að við erum að sækjast í betra verð, betri peningur, meiri hagnaður. Þetta er svolítið svona aðalega það sem ég vildi tala og svolítið jeppum, en ég veit ekki alveg hvað ég vil tala meira. Ég er svolítið lost hvað ég er búin að vera að tala en þetta er svolítið bara, já, þetta er mestmagni allt. Ándjóks, við erum búin með 2 þætti og ég er búin að taka upp hérna 2 þætti og ég er búin að covera mestmagnið af 2022 modelinu. Heimavinnan ykkar er sem sagt núna að fara yfir allt þetta, sjá þetta á ykkar eigið chart, ykkar eigið timeframe, skoðið þetta á mismunandi timeframe eins og 15 mínútur eða 1 klukkutíma eða eitthvað svoleiðis, og sjáuð hvernig þetta allt myndast, því að þetta mun allt myndast á einhverju tímabili, eins og, þú veist, daily timeframe, við sjáum, þú veist, liquidity take út, market structure shift, fair value gap og við förum neðar. Þú veist, þetta er til dæmis á daily timeframe-inu, en ég vil að þið prófið ykkur áfram, að þið skoðið þetta betur, farið betur yfir þetta allt og hvernig þetta allt virkar. En já, ég veit ekki alveg hvað ég get sagt meira en það, bara fara betur yfir þetta og bara að þið myndið ykkar módel, að þið svolítið breytið þessu til, lagfæra þetta, breytið ykkur, því að ykkar módel er alltaf besta módelið. En allavega, ég heiti Ásmundur Ari, betur þetta sem gott að pissa, og já, bara takk fyrir mig.